svo þetta bara svona eitthvað almennt sjóðinn. Og hérna fyrsta úthlutun í hérna Vigdísarhúsi og bara þegar ég opna umsóknir í fyrsta skipti og þannig bara einn fulltrúi í flestum tilfellum fyrir hvert verkefni, þá sá ég og ég hefði ekki trúað að það væri til svona margar doktorsgráður í mannvirkjaiðnaði og hvað þetta væri, þú veist, falleg blanda, konu kalla, ungt fólk, eldra fólk, þú veist, reynsla, menntun og bara háskóli atvinnulíf og allt það sem að tilstóð. Þannig að, og í rauninni kannski fannst mér erfiðast, þú veist, að það voru öll þessi verkefni sem við þurftum síðan að hafna, sem voru líka stórkostleg. Og ég sá bara þannig var, þú veist, þetta var bara grunnur, frábær grunnur til að byggja á. Og kannski, þú veist, það sem ég hefði heyrt svona að, þú veist, mannvirkjaiðnaðurinn væri, þú veist, að þetta vantaði, sko, en kannski var þessi sjóður bara fullkomnu lími til að ná þessu upp á yfirborðið og ná þeim öllum saman. Þannig þið þekkið út á hvað hann gengur og hann heyrir undir innviðaráðuneytið og fjármagnar sameiginlega af innviðaráðuneytinu og háskóla iðnaðar og nýsköpunar. Það búið að segja mér, án þess að ég sé með það, hérna höggvið í stein, að þá hef ég fengið upplýsingar fyrst fengu upplýsingar að hann lækkaður, það kom lækkun og alla í fjármálaáætlun niður í 80 milljónir, en svo var ég búin að heyra að háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti myndi dobla þá upphæð. Þannig að innviðaráðuneytið var með 80 fjárlögum, en sko ekki crossfesta mig, ef það gerist ekki, ég ekki með það, þú veist, mert í höggvið í stein, en það búið samt að segja mér að það muni gerast. Þannig að ég held að næsta úthlutun verði ótrúlega spennandi, sko, og þá getum við gefa ennþá meiri byr í seglinn, sko, því að í rauninni, þú veist, eins og þeir fengu hæsta styrkin á síðasta ára, það var 8 milljónir, þú veist, þannig að við erum með allt og lítið fjármagn. Þetta munar samt að vera ekki að gera svona verkefni alveg út á eigin reikning, sko. Já. Þú veist, að maður getur, þú veist, maður með sín verkefni sem fyrir viðskiptavinnu, svo maður með þetta, og maður þurfi ekki alltaf að geyra hitt áfram og láta þessi spennandi nýsköpun bíða. Og þú veist, og þetta alltaf bara ótrúlega magnaði flokkar og þetta var kannski þetta tvennt sem að setti sjóðuna stað. Það voru þessi áskorunir, rak og mikluskemmdir og svo loftslagsmálin. Og það má vel að segja að þau komi fram hérna í bæði byggingarefni, orkunýting og auðvitað tækninýjungar, þú veist, þar eru þau líka stór og svo gæð og ólík form og þar líka bara verið að huga að arkitektur og skipulagi og hvernig innra skipulag íbúð, hljóðvist og ljósvist og líðan íbúa og þannig eru mikið af rannsóknum í gangi og það ekkert lítil áform í þessari í mannvirkjaiðnaði hjá stjórnvöldum og meira segja yfir Ísland tekið frumkvæði í því og Sigurður Ingi gerði síðasta september að undirrita nýju yfirlýsingu, bara staðfesta þessi markmið að við ætlum ekki bara að vera framaleg vistvænni mannvirkja Norðurlandi þessi svæði heldur fremst. Þannig að það ekkert lítil markmið og svo erum við eini bransin og eini iðnaður sem með þetta plan, með þessa stefnu miðuvegferð og þú veist, þið sjá hérna brúnu verkefnin, ljósbrúnt og dökkbrúnt lokið að hérna Askur alveg að hraða þessari umbreytingu og innleiðing á þessu plani innan. Þetta henni vistvæna planið og hérna nýbúið að gefa út henni planið þar sem að vistvæna hlutanum sleppir eða svona það annað sem upp á vantar og þannig að þetta henni og ég segi bara þetta er það sem að Norðurlöndi geta lært af okkur því að ef við förum og skoðum Nordic Sustainable Construction, að þá eru þau með svona 5 lykiláhersluflokka og við höfum forsæti í einum þeirra sem losunlausi verkstæðir og allir þessi 5 flokkar eru yfirflokkar hjá okkur og svo nokkrir það því til viðbótar. Þannig að við erum sko ekki bara að taka þessi yfirmarkmið heldur bara að taka þau niður í einstök verkefni og við þekkjum auðvitað hvað þetta mikilvægt. Hvað bransinn að leggja mikið til í losun og
auðvitað bara þessi miklu faraldur, séríslensku aðstæður og svo auðvitað bara hvað hönnun og er mikilvæg og þá líka varandi einmitt þess að við vorum að tala dagsbirtu, hljóðvist og þannig að það eitthvað, já, endilega. Hefur enginn rannsakað tengingu inni og úti? Jú, og það er ein rannsókn bara heitir til dæmis Where do all the happy people live og Jukka Heinonen hjá Háskóla Íslands. Það eru 5 doktorsnemar hjá honum sem hann og það svolítið kannski, við erum með alveg frábæra aðila upp í háskóla og þar þeir með labba og svona meiri kannski hands-on þekkingu og þar til dæmis Eyþór Rafn að rannsaka basaltið og krosslímdar timbureiningar, þar Jónas Snæbjörnsson að rannsaka orkunýtni, þar Ólaf Vallevík og Þórhildur Fjóla og fleiri, en þau eru kannski meira líka bara með eigin rannsóknir hjá Aski en þá, enda þau ekki með masternám og það alls ekki krafa að sé einhver meistarritgerð til að biðja styrki Aski, en svo aftur á móti sem háskólanir í Íslands, þar sem Jukka Heinonen og sem bara, einn af fremstu vísindamönnum í heimi í manneskja og umhverfis og manneskjamálum og það Dórótea Höök sem er lektor, hún að rannsaka raka og myglu og þar Árur Árnadóttir sem líka hjá Grænni byggð og þau eru samt miklu meira að framleiða doktora og fá styrki fyrir þeirra verkefni, annara verkefni, en eitthvað líka fyrir eigin verkefni. Dórótea líka með eigin verkefni, Jukka með 1 í fyrsta skipti núna eigið, en já, þannig að þau eru meira svona útungunarvél, en í rauninni, það sama og ég myndi bara hvetja mitt háskólan í Reykjavík til að vera duglegri að sækja og krakkana sem eru þar með sína ritgerðir. Ég er bara hugsa að ég búin að vera að horfa síðustu 30 árin á tengsl íbúða og útisvæða, bein ekki. Einmitt algjörlega. Og ég farið í verkefni með nokkrum arkitektum þar sem við erum að reyna að gera íbúðuna þannig að hún tengist úti betur og allt það. En ég bara datt í hug, þetta ekkert sem aldrei spáði að rannsaka þetta, þetta bara svona verið að Nei, gaman kannski, að ef það þessi eitthvað sem ég ætti að heyri? Já, það eru nokkrar rannsóknir, í rauninni greiningar á hvers konar íbúðar húsnæði þurfa að byggja með tilliti til þróunar félagslegum, menningarlegum, tæknum og sjálfbærum þáttum og auðvitað í rauninni útisvæðin alltaf farin að verða og spila meiri þátt og þarna eru rannsóknir hjá Jukka einmitt núna, já, þannig að Tengist þetta líka kannski dagsbirtu rannsóknir? Já. Þannig að við erum með alveg doktorsrannsóknir þarna, ég skal tengja við það bara og þegar það svo gaman. Já. Algjörlega, já, ég hef myndið að fylgjast með þér, ég hef bara haft áhuga á þessu bara alltaf. Já, og svona garðahönnun og eitthvað svona, ég líka, já. Stóran garð og hef haft áhuga svona Ég náttúrulega með mjög skemmtilegt business model, ég tek verkefni sem mínir kollegar nenni ekki taka. Þeir eru einkaaðilar, þeir vilja vinna fyrir borg og bæ og Já, einmitt, þannig að það svona þróast í þá átt. Já. Og þar hef ég skoðað einmitt svolítið sérstaklega í sumarhúsverkefnum. Já, einmitt. Þar skipti fólki rosalega miklu máli að það sé ekki bara einhverjar dyr norðamegin og engin tenging umhverfis. Og það bara ótrúlega algengt að það sé ekki hugað að þessu. Það alveg óbúslega mikilvægt líka að koma þessu upp í vitundina og að vera með þessa miðlun sem þessi hópar að standa fyrir. Ég myndi segja að cirka 70-80% sérbýlishúsa hér á landi eru hönnuð nánast bara inn á við. Já, Íbúðin vil ekki þessi gott að vera þessi góð byggt en ekki út og inni flæði einhvern veginn saman. Og mögulega
og allt og oft ekki nægilega hugað að því einu sinni, sko, innraskipulagi og deiliskipulagi, þú veist, tekur heldur ekki til. Já, og ég var líka einmitt áður verkefnisstjóri innleiðingar á stofnframlögum fyrir almenna íbúðakerfi og þar var einmitt að leggja áherslu á hagkvæma hugvitssamlega hönnun, smíða vermiðan fyrst og því að þú veist, ef maður leggur meiri í hönnunna þá getur maður náð meiri hagkvæmni fram líka. Það alveg hægt og þar vorum við að benda á til dæmis lausnir eins og Ögmundur Skarphéðinsson, hann flutti skemmtilegt erindi, hann hafði verið hanna fyrir Reykjavíkurborg og námsmanna íbúðir félagsstofnun stúdenta. Þú veist, þar sem voru færanlegir veggir og þú veist, það þarf svolítið, þú veist, og þetta getur verið svo mikið stuðningur líka inn í þessu opinberu kerfi, þessi gæðaflokkur. En og ég bara... Jukka Hænunen, hann prófessorinn finnskur og hann að kenna upp í umhverfis- og verkfræðideild og með annan fótinn hér á Íslandi. Þannig að, og þegar kannski tekið eftir Önnu Margréti Boga sem að rannsaka hjá okkur og hún komið með, hefur tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og þau einmitt að skoða svona þessa þætti, en líka með ennþá víðara sjónarhorn, hagfræði og hvaðeina og bara frábært líka bara hvað þau að lyftu mannvirkja innanum upp og þú veist hugmyndirnar þú veist sem að spretta, já. Þannig að það svo mikið efni sem að við þurfum að fá fjármagn til að ýta áfram. Svo að mér stórkostlegt, ég var að lesa komment hjá Einar Bárðarsyni því að hún Sirrí Bjarnar náttúrulega algjör meistari og hann var að segja hann hafði óvart slysast inn á erindi hjá henni, þú veist, steypu og bara, þú veist, og það var eins og bara tónleikar, rocktónleikar og það nefnilega, þú veist, þetta fólk, þetta náttúrulega líka mikið af atvinnum fyrirlesurum, þannig að við erum óbáslega vel búin að geta búið til, skemmtilega kynningafundi og ég bara, þú veist, Sunna nýbúin að fá, það nýbúin að fá verðlaun sem konur í nýsköpun og mjög skemmtilegt viðtal við hana rockborverkefni og það verður sagt frá því líka núna á nýsköpunarvikunni, þú veist, og þetta alltaf bara fólk sem að knýja áfram og við bara fáum að taka þátt og lyfta þeim. Og við höfum líka, og ég alveg dugleg við það líka, að senda á fjölmiðla, sérstaklega í tengslu við ráðstefnur og það sem við höfum verið að halda, að þá sendi ég beinlínis á fjölmiðla efni, segi þeim frá verkefnunum, bendi þeim á að taka viðtöl við aðila og þannig uppskárum við til dæmis viðtal við Arnhild eftir fundin í Grænnstökk, umfjöllun á RÚV, við vorum á iðnaðarsýningunni, þá þú veist hafði ég samband, við fengum umfjöllun og athygli og ég líka legg mig fram að allir kynningafundir sem höldum hjá HMS að vera með þá í beinustreymi og ég sendi fréttatilkynningar á Vísi og hef þær líka í beinni útsendingu. Og þeir hafa tekið rosalega vilji og oft bara bæði MBL bein útsending og þetta bara líka svona partur af því að lyfta mannvirki innan upp og bara stækka vitund meðal almennings leið og svo kannski líka af því að okkar félag var ekki meira að þá við líka aukið samstarf við Rannís, farið að starfa í bakhópum, ég og Björn Karlsson og nú Björn Karlsson, sérfræðingur í innviðaráðuneytinu, prófessor upp í háskóla og með marga ára reynslu í styrkjaumsóknum. Hann til dæmis sótti styrkin fyrir þetta verkefni Nordic Sustainable Construction og alla þá vegferð og Ísland fekk hluta því. Þannig að það var íslenskur aðili sem sótti það fjármagn og hann núna komin í svona virka styrkjasókn hjá okkur 1 dag í viku, þannig að við erum svona aðeins að fá meira inn í þá. Það alltaf fleiri og fleiri að kveikja á því og ef þið farið og skoðið til dæmis skrifstofu borgarstjóra, að það leið og þú kemst svo inn í þessi verkefni eins og þeir þekki því að Björn náttúrulega með honum Þorvaldi hjá Rækt sem hefur landað einu stærsta live-styrk sem Ísland hefur fengið og þeir kunni þetta og þá í rauninni ferðu líka að vera með tækifæri til þess að ráða inn fleira fólk og það sér maður hjá Reykjavíkurborg og skrifstofu borgarstjóra að það eru 3 svona verkefni í gangi og fullt af starfsfólki sem þá bara greitt beint úr þessum áætlunum. Og ég líka kannski segja að Gyða Einarsdóttir hjá
sambandi sveitafélag, hún var hjá Rannís og komin í full starf hjá sambandi sveitafélag. Þannig að þannig líka svona bara benda á samstarfsmöguleika fyrir bransan að tala þar inn í svoleiðis umsóknum og og þau eru alveg boðin og búin og tilbúin að styðja við okkur. Allir styrka við Jaski og væri líka kannski að vonast til að sjá í dag kannski meira fólk úr bransanum og atvinnurekendur. Ég bendi öllum á sækiði skattafrádrátt vegna rannsóknar drónar. Af 28 milljörðum sem að Rannís útluta á síðasta ári fóru 14 í eina skattafrádrátt. Það getur einstaka fyrirtæki að fá upp í 350 milljónir á ári. En þá þarftu þetta að vera komið vöru, vera orðin tekjuskapandi og komin svolítið á leið. En til dæmis verkfræðistofurnar, steipustöðvarnar með labbana og margir aðilar sem bara höfðu reynilega ekki kveikt á þetta gæti átt við fyrir manneskina. Þannig að það er svona verið að aukast vitundin þar og ég bara það bara sérstakur metnað hjá okkur, bara sækja inn og við viljum fá hluta kökunni þarna. Bara stundum að það sé svona hafsjór af upplýsingum sem það geta leitað til ykkar. Einmitt. Bara svona, akkurat. Og við reynum að tengja, og það nefnilega góð vefsíðan hjá Rannís og þar bara, finnuru áætlunina eins og skattafrádrátt nýsköpunar, undir styrki, þar kynningarefni, og þar einmitt Davíð Lúðvíksson, hann veit allt það og það netfang og símanúmer, þannig að þau eru líka mjög aðgengileg. Og þannig að þó það var einhverjum 100 skallar þá getum við svolítið þetta. Já, en þetta eru bara hæstu sem eru gefnir upp og þetta hefur verið gefið upp í 7 ár fara inn á rsk.is og slá inn leitarorðið nýsköpun, þá finnið þetta og það hægt að sjá þessi félög og það líka atvinnugrein. Og 7 síðustu ár, það þessi gefin upp þau stærstu og það engin í mannvirkjaiðnaði. Nema, ég fann eitt fyrirtæki og það var skráð sem hugbúnaðariðnaður en hugbúnaðariðnaður skráð til hljóðahönnun. Þetta líka fyrirtæki sem ég hlakka til að fá á kynningu hjá okkur. Það þau kunni þetta og þau eru búin að fara í gegnum nýsköpunarumhverfið á Íslandi og eru bara komin út á toppnum. Þau fengu 100 milljónir í skattafrádrátt vegna rannsóknar þróunar á síðasta ári. Og það var í fyrsta skipti sem þau voru þar á blaði. Þannig að vonandi bara fara fleiri þarna inn. Og eins og ég var að tala stefnu með vegferð, að þá til dæmis við erum loksins komið stefnu í húsnæðismálum, plan, áætlun, hvert ætlum við og hluti af henni snýr að þeim upp mannvirkjamálum. Og það til dæmis talað að íbúðir sem eru byggðar með opinberum húsnæðisstuðningi verði vistvænar og styðji við hugmyndafræði Nordic Carbon Neutral Bauhaus. Þannig að, og þetta áætlun og þannig getum við fundið hjá Rannís svona stærri styrktækifæri sem snúa að þessu. Og eins og segja, Horizon, top-down, ofboðslega skilgreindar umsóknir, finndu bara einhvern lítinn undirlið sem að þú ert rosalega góður í og sagt hann og þessar Horizon stóru að það til eitthvað sem heitir sóknarstyrkir hjá þeim og það styrkur fyrir að skrifa umsóknina og það veitt í Horizon og meira segja þá getur þú tala við aðila eins og önnumarketi hjá Evris og það fleiri það til styrkjaskrif.is eða það fleiri aðilar sem eru bara í svona styrkja umsóknum að þú getur fengið þá til að hjálpa þér að búa til umsókn. Þannig að þetta einfaldara en menn halda. Og svo aftur live, að þar ekki svona mikið krafa nýsköpun og þar getur verið að taka eitthvað sem hefur reynst óbúslega vel, eitthvað staðar annars staðar og fjölfalda heima. Þannig að vil ég bara hvetja mannvirkjaiðnaðinn að vera með svolítið læti og sækja fram. Hvernig ef maður með enskan samstarfsaðila sem náttúrulega ekki Evrópusambandið? Já. Eitthvað svona möguleika sem getur við? Já, ég skal ekki segja. Nei, nú þyrftum við að heyra í Rannís hvernig ég hugsa ég held að það sé ekki búið að loka eitthvað slíkt. Ég það eitthvað svona... Við erum ekki Evrópusambandið samt erum við með, og ég held að það sé einhverju baksamningar.
Þetta East London. Með sko Englandi að Bretlanna eftir Brexit, þá hafi þeir verið svolítið inn með Erasmus Plus áætluninni. Þeim hafa verið kastað út en þeir eru komnir inn aftur, það sé eitthvað svona. Skilst mér sko, ég veit ekki hvort að það við öðrum sviðum. Já, sko þeir voru að tala það sko ef þeir getur búið til nóg og fjölþjóðlegt samstarf, að þá getur þeir verið með sko. Þetta sem sagt East London University sem við erum að... Já, við sko bara, þú veist, reynum bara að fá fund með Rannís og tala við rétta fólki. Ég bara tökum það svo í framhaldinu. Anna, já, þú nefnir Erasmus, stórkostlegt, ég rakst á fréttum það að GG-verk væri gegnum Erasmus sem er líka bara svona áætlun hjá Rannís að taka háskólanema inn og þar eru þeir að fá háskólanema í sumarstörf erlendis frá, algjörlega frábært fyrir mannvirkina. Þetta eftir fleiri bara kveikja og fylgi þeirra fótspor. Og við gerum undirsíðu hjá, við erum með vefsíðan HMS-Askur og það er undirsíða þar sem önnur styrktækifæri og það svona tengingar inn á þessar síður og svo bendum við sko þetta er bara svolítið gullgröftur og eins og Þorvaldur sagði alveg frábæru erindi sem hann hélt hjá okkur daginn sem erum til í upptöku hjá okkur að það þarf að leita, það þarf að fara af stað og svo bara finna sín lykilorð og leitarorð og það er ýmislegt og svo njótum við aðdáunar og allir vilja frændþjóðir okkar vilja styðja við okkur og koma okkur áfram og við, þú veist, eins og við staðið til þess Norðurlöndunum að baki að þá erum við að komast og gera hlutina svolítið hratt og kannski það sem þau græða og eins og Arnhildur sem samstarfi við Lenda og tækifærin sem þau sjá hjá okkur að vera með miklu styttri boðleiðir og einfaldara fyrir okkur að breyta regluverki heldur en þannig úti hjá þessum stórþjóðum. Þannig að ég held að þú veist, þar getum við svona og eigum kannski eftir að og vonandi eftir að koma eins á óvart. Já, það var ekki að önnur styrktækifæri. Ég tala ekki að við þeim langar til þess að íðan kæmi það væri hægt að það væri sem sagt hægt að þurfum við þá ekki að hafa eitthvað síðu þar sem að það sem við erum með skilgreint svona hvað þessi hér hugsum, það bara ef einhverjir að vinna í einhverjum verkefni. Þetta, er önnur styrktækifæri. Sem að eru áhugaverð. Já, nefnilega. Það eru sko áhugaverð fyrir okkur að koma framfæri sem einhverju fræðslu. Já. Það eins og sko mörg þessar verkefni kannski nefnilega. Það eru fleiri verkefni sem að vistbókin og hvað var nafnið? Loftþéttleikamælingar, já. Við verðum bara að gera kynningapakka fyrir næstu úthlutun einhvern veginn í tengslum við þegar við auglýsum úthlutun einhvern veginn að reyna, já, þú komin hér, já, að við bendum á bara í önnur styrktækifæri en ég ekki farin að en auðvitað þurfum að lyfta þessu, þetta náttúrulega bara byrjun. Ég var að pæla í það væri kannski sniðugt að ég þyrfti kannski láta útbúa bara einhverja síðu á heimasíðunni okkar þar sem þetta kæmi skýrt fram svona hverju við erum að leita af. Já, og ég með svolítið góða póstlista sem að ég senda á náttúrulega styrkhafa umsækjendur, þannig ég get senda á umsækjendur síðustu ára og stundu sendi á það sem hafa sótt stóra viðburði hjá okkur. Við erum ekki með neitt stóran pening, við getum samt sett ykkur 100 áskalla inn í svona verkefni. Það bara skiptir máli. En við skiljast að það að við séum með að sé fræðslu hluti inn í þess að það styrki umsóknirnar. Það getur gert það. Einmitt. Ég líka bara það að þið eruð að borga, fyrir að halda námskeið og borga fyrir undirbúninginn. Það bara verður helling að búa til alls konar kynningarefni og eins og ég noti góða sagt fyrir það. Ríkisstofnanirnar sko.
kannski bara, þú veist. Nei, ég segi það, jú, það er líka þannig, sko, við erum að borga bara, ekki, það er bara, gerum það. Já, þú veist, þetta alveg laun, sko, þetta alveg, Já. þetta bara dekkar alveg laun og undirbúning og... Næsti viðburður sem að ég mun halda á vegum Asks, það verður útgáfupartí hjá okkur og þá sé ég fyrir mér að gefa út vefsíður verkefnin. Þannig að það er eitthvað sem við leggjum svo mikla áherslu á þessi miðlun og ég kannski bara sýna ykkur til gamans svona preview af einni vefsíðu sem að ég held að ég sé komið með 20 en þá eru fullt af verkefnum lokið sem ég get sagt meira frá og það er kannski hluti af því að þannig að þegar við undirbyggum iðnaðarsýninguna þá gerðum við svona plakkat með kvót í forsvarsmenn verkefnis aðeins verkefnið. Í þessu tilfelli eru til vídeó og skemmtilegt efni, það eru til myndir frá styrkúthlutun, hérna eru myndir af iðnaðarsýningunni, viðtal við hann, kynning á verkefninu. Þannig að við ætlum á einu stað, lokaskýrslan og svo tenglar á áhugavert efni. Þannig að hvert og eitt verkefni fær svona sína vefsíðu og svo gerum við ráð fyrir svona byggja upp. Þannig að ef þú kemur 3 ár með sama verkefni þá gerum við ekki 3 vefsíður heldur svona að þær þróist og byggist upp. Ef þetta tekst vel, þetta við gerum með kænum kringum mánaðamótin, þá var ég tilbúin til þess að... Í alveg, það væri náttúrulega... að segja frá þessu alveg. Sko. Einmitt. En það er svona, þetta er mjög sérstakt að vera að rannsaka eitthvað sem að hefur bara ekki verið gert á þennan hátt, sko. Já, og þetta er svo mikið af fréttum, þetta er svo mikið af einhverju nýju, þú veist, þetta er bara eitthvað sem að, en kannski eitt sem að ég vil ræða við ráðuneyti mitt fyrir næstu úthlutun, þú veist, það er talað að stuðla að, opna styrkumhverfi fyrir fleiri aðilur háskólasamfélagi og atvinnulífi og stuðla auknu samstarfi við íslenska og erlenda rannsóknaraðila, að finnst mér vanta inn að við svona, tölum líka iðnmenntunina, tölum líka hands-on þekkinguna, við viljum breið teymi, þú veist, þú þarft ekki að, þú veist, þannig að við viljum þetta allt, svona, að fólk sé ekki fælið að sækja ef það er ekki með háskólapróf. Þú veist, þó ég sjái að þetta er mikil samkeppni og ofboðslega hæfileikarík teymi að þú veist, og ég sakna þess að við fáum ekki meira af umsóknum í galla, rak og mikluflokkin. Þú veist, Silkja náttúrulega stórkostlega og Ólafur Vallevík og Sunna Vallevík hafa verið að vinna til dæmis í honum og það er yfirleitt það sem snýr að raka. Ég held að ekki komin einast umsókn varðandi galla eða þú, hvernig má fyrirbyggja galla, en jú, það er reyndar námskeið votrýmisfrágang og sem að þú ert með, það er náttúrulega eitthvað sem að fyrirbyggja galla, já. Þú veist, og maður hugsa, allt þetta sem búið að tala frágang á þaki, frágang með gluggum, þú veist, þannig ég sakna þess og ég myndi, þú veist, og við þurfum kannski að tala saman hvort að við getum saman eitthvað ná til þinna aðila fyrir næstu úthlutun að fá meira þarna inn. Já, ég það er bara hugmyndi að það með að tala, sko. Já. Með sambandi við glugga. Já. Það er alveg bara glugga, við erum með þetta námskeið og gluggaþekkingar sem það er ekki fólki bara með komið alveg í stríðum strömi. Já, algjörlega. Það er bara, Og svo tengið náttúrulega loftþéttileika prófunum og þetta líka. Efnilega, já. Hvernig var þetta, Ásgeir, í hvað flokki sóttið þú Varstu ekki, já, orkunýting, já, og þetta svona, þú veist, og margir geta hakað í mörg box nefnilega, sko, já. Þannig að þetta þú veist, og þannig að við erum að fá aðila úr öllum þessum boxum og bendum líka á bara þessa aðila svona til stuðnings
og það alltaf margir sem að vita til dæmis ekki af aðstöðunni á Tæknisetri, halda bara að það búið svo mikið talað að Airbnb verið lögð niður að fólk átta sig ekki á að búnaður Airbnb til dæmis til og fólk að vinna með hann þarna upp í Árleini, þannig að við böndum líka það. Já, ég ætla nú kannski ekki að fara djúpt yfir en ég bara svona sýni ykkur hvað eru margir komnir hjá Reykjavíkur og borg og sveitafélagum hvað þau eru að sækja í sig veðri með þessi stóru styrki og þetta vinnur þetta allt saman og svo gaman nefnd í erindinu hans Þorvaldar þegar hann var að sýna sko, þú veist, hvað þetta leggst allt saman og hvað menn eru að sækja í markasjóði og þó þetta sé flókið og meira hægt að fá nei í þessum stóru að þá kannski stórkostlega sem þau segja sko, að þarna gildir hringrásarhagkerfið. Þú ert einu sinni búin að búa til prófíla þér og þú notar hann aftur. Þú ert einu sinni búin að skrifa verkefni og þú notar hann aftur. Þannig að þetta er ekki svona, þetta er erfitt að taka fyrstu skrefin en svo verður þetta alltaf einfaldara. Mér finnst líka áhugavert að við höfum algjör kempur á Norðurlöndu, sérstaklega í sjálfbærri mannvirkjagerð, til dæmis Kjartan og sem er aðstofprófessor út í Svíþjóð. Hann var upp á rannsóknastofnun byggingarinnar, var ekki rannsóknir með Vallevík, Hrefna hjá Sindef og Harpa Birgisdóttir. Þetta er bara, hún er náttúrulega bara hetja og er svolítið að stýra vegferðinni, vistanverkferðinni í Danmörku. Þannig að ég líka svona, þetta er líka aðeins sem ég kannski að leita til þess að fá aðstoð við að finna aðra samstarfsaðila eða bara tengja við þau. Og svo þetta eru fleiri sjóðir til á Íslandi sem kannski margir vita ekki og allt þetta umhverfi og verkefni hjá okkur og loksins eins og KLAK eða Hringiða, 2 af 9 verkefnum þar er mannvirkjunni. Þannig að þú veist, allt sem við erum að gera er svolítið að lyfta mannvirkjunum og aðri sjóðir eru farin að kveikja meira á okkur þannig að það er líka meira árangurslutverk mannvirkjunnar hjá öðrum eftir að við fórum að ræða. Svo er líka komin í við kannski tala umhverfis og klasi sem er svona ekki styrkir. Já, en það er svona á aðstoða við sjáum það er kannski. Já, einmitt. Þú ert frá? Ég er frá Umhverfisstofnun. Þú er frá Umhverfisstofnun? Þetta er Svanunum sko. Já. Það er líka alveg. Og svo reynum við bara að eiga og taka upp kynningar bæði frá útlutunum og höfum verið að fara í það að vera með beinar útsendingar, viðtöl. Já, það verður gaman að heyra í þér. Já, ég sé ég er farin yfir tíman en Já, við erum bara í sambandi. Þannig að það er bara ýmsir styrkir og svo ætla ég bara ef að ég átti kannski vona að kannski myndi mæta einhverjir hér sem ekki þekktu umsóknar kerfið og vildu fá svona upplýsingar um hvað væri best að leggja áherslu á í umsóknum. Og sem er þá þessi gæðaviðmið. En þið þekkið það báðu tveir, þannig ég þarf kannski ekki að fara meira í það. En ég segi ég kom yfir tíman og kannski bara skiptum yfir í almennt spjall líka. Já, þetta er bara fínt.